Þetta er verkefni 15 ísbjörn í sérhlutanum, vörð. Ég er búin að setja hér og sýna ykkur hvernig þið setjið texta í 2 dálka með línu á milli. Ég gerði það sama hér, nema þá valdi ég left í staðinn fyrir right og line between hérna líka. Síðan ger ég ekkert hér, en hérna ætla ég að velja þennan texta hér. Þið sjáu þetta betur í bókinni líka. Og ég ætla að fara eftir liður 3. Þá fer ég hér í layout og columns og more columns. Og nú ætla ég að velja bara 2 dálka og það er valinn texti og það er jöfn dálkabreidd þegar það eru 2. Það er mismunandi breidd þegar það er valið left og right. Og ég ætla að hafa bil á milli 1 cm. Hér á ekki að vera lína á milli, þannig að ég segi OK. Og takið eftir að þegar ég er búin að velja svona í dálka þá koma útlitskaflaskil á milli, section break hérna. Þannig að ég hvet ykkur endilega til að hafa endirmerkin sýnileg. Og síðan er síðasti textin sem á að fara í dálka, hér á ekki að fara í dálka. Og tekið þetta hér og fer í layout, columns og nú ætla ég að velja aftur more columns og vel left og ég ætla að hafa bilið núna 0,8 og línu á milli. Þannig að fyrri dálkurinn er 4,9, bilið á milli 0,8 og seinni dálkurinn 11,5 og OK. Og þá kemur þetta svona. Og hér er alls það section break á milli, útlitskaflaskil, það er ekki sama útlit á dálkunum. Og ég er búin að setja haus og fót á skjalið, setti hér áfanganafn og skóla. Og hér í fæti setti ég sjálfvirkt heiti skjals og þegar ég er í fæti þá fer ég hér í document info og vel file name og línu yfir haus, undir haus og yfir fæti vel ég hér í top border í fæti og bottom border í haus. Þannig að ég ætla að vista skjalið.